Já, góðan daginn, góður áhorfendur og verið velkomin í Káa TV. Hér að byrja algjör fótbolta veisla. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér engin annar heldur en Skúli Bragi Geirdal heiti ég er hérna með Ágústi. Sólin, hún skín á okkur hérna í dag. Það er bara, það er ekki að segja annað en allar aðstæður síðan svo bestur á kosið. algjörlega tvö frábær lið að mæta sérna í hreinum úrslitaleikum Íslandsmeistaratitilinn. Þetta verður veisla. Heldur betur veisla. Við sjáum það líka bara, það er fólkið byrjað að koma í stúkuna og það er bara stefnir í mætingu. Já, mikill áhugi fyrir svo leik og við reiknum fastlega með því líka að það verður mikið áhorf á Káa TV hér í dag og bara gaman að geta sýnt þennan skemmtilega leik sem við vonandi fáum. Heldur betur. Það er spurning hvort við rennum ekki bara yfir liðin áður en að við Nú bara byrja flutum á liði Káa. Í liði Káa erum við með Almar Örn Robertsson, Andri Valur Finnbogason, Dagbjartur Búi Davíðsson, Dagur Árni Heimisson, Elvar Máni Guðmundsson, Gabriel Lukas Freitas Mera, Helgi Már Þorvaldsson, Magnús Dagur Jónatason, Magnús Máni Sigursteinsson, Mikael Breki Þórðarsson, Máni Dalstein Ingimarsson, Nóel Atli Arnórsson, Sigursteinn Ímir Birgisson, Valdimar Logi Sævarsson, Ívar Arbró Þóraldsson og Þórir Örn Björnsson. Það er heldur betur valinn maður í hverju rúmi hér. Algjörlega, og þetta eru frábæri strákar sem að eins og segi eru að ná frábæran komnir í úrslitin og maður veit það að þeir ætla sér eitt skref í viðbót en það ætla gestirnir sér hins vegar líka skulum renna aðeins yfir Garbaðinga. Heldur betur, þar eru með Allan Púrisevits, Arnar Guðni Bernhardsson, Argrimur Magnússon, Bjarki Hauksson, Brynjar Helgi Gunnarsson, Daniel Darri Þorkelsson, Elmar Freyr Hauksson, Elias Orri Pascal Leha, Gunnar Orri Olsen, Hafþór Andri Benediktsson, Haukur Logi Tryggvason, Ingólfur Gauti Ingason, Jesus Ómar Moreno Monsalef, Kjartan Már Kjartansson, Leifur Jónsson, Pálmi Freyr Davíðsson, Sigurður Hákon Halldórsson og Tómas Óli Kristjánsson og það er bara sama og með Káaliði. Hér eru við heldur betur með alvöru leikmenn. Já, og svona maður er búin að aðeins vera að reyna að hlera helstu svona sérfræðingarna í yngri flokkunum og það eru allir á því að þetta verði einmitt bara algjör veisla, tvö lið sem vilja spila skemmtilega fótbolta og þetta, eins og vonandi setjum bara í skemmtilegan og bara hörkuleik, allavega eru allar aðstæður til bara fyrirmyndar. Það er til staðar hér og bæði lið náttúrulega á topp í deildarinnar. Stjarnan endar fyrir ofan Káa, hafa heldur betur átt gott tímabil og þeir hafa ekki tapað einum einasta leik. Það er 1 jafntefli og 10 sigrar. Það er alvöru árangur. Já, og maður þekkjar nú sjálfur hvað það getur verið ótrúlega svekkjandi ef maður svo allt inni tapast einn leikur og þessi úrslitaleikurinn, þannig að ég hefur alveg vissum það að þeir eru handvissir að þeir ætla að klára þetta sumar með trombi. Það er akkurat málið. Þó að Stjarnan hafi unnið Káa hér fyrr í þessu móti, þá getur allt gerst í úrslitaleik eins og þú segir. Já, og eins og margir frábæri karakterir í Káa-liðinu sem eru heldur betur klárir í að stíga upp núna þeirra á stóra sviðinu. Það er svoleiðis, ég þekki nú þess að stráka ágætlega búin að þjálfa þá, þannig ég hef þekkt á frá þau voru pínulitli pollar og metnaður í þessum gæjum. Þetta eru alvöru gæjar. Já, heldur betur og mjög gaman að fá þig til þess að lýsa þessu hérna. Þú þekkir strákarna svo rosalega vel og þetta verður heldur betur gaman að sjá veisluna á Greiðavellinum. Við sjáum það, þetta er umgjörð eins og þegar að meistaraflokksleikur er að hefjast hér á Akureyravelli. Það er Já, við erum á leiðinni bara inn í alvöru leik, það er ekkert að segja neitt annað. Algjörlega, það er bara nákvæmlega sama undirbúningur hjá starfsmönnum allar eins og fyrir meistaraflokksleiki. Það er bara nýslegin völlur bara og strákarnir fór svo beint að heita upp þegar því var lokið. Þetta verður bara gaman og er henni hundfúlt að annað þessu liðum þurfa að setja sig við tap hér í dag. Jú, en svoleiðis virkar þetta víst, það get ekki báði gengið að vellinu sem sigurvegarar, þó þetta séu nú allt meira og minna sigurvegarar verða komnir í þennan leik. Algjörlega, en það verður einmitt leik til þrautar hér í dag. Við fáum úrslit hvort sem að sé í veljunuleiktíma, fráningingu eða vítaspyrnukeppni. Hér er búið að flauta á leikinn, veislan er hafin. Káamenn sparka hérna hátt upp völlin, þetta er skalla burt, örugglega, þá fá Káamenn tækifæri til þess að færa liðið ofar á völlin. Það er nokkuð ljóst að Káamenn þurfa að stoppa hann Elmar Freyr Hauksson. Hann er markahæstur í deildinni með 16 mörk. Takk fyrir. Já, ótrúlega sterkur strákur og svona líkamlega sterkur og nýtir að vel á vellinum. Já. Þannig að það er nokkuð ljóst að menn þurfa að vera virkilega tilbúinir í smá fæt til þess að stoppa hann. Öflugur strákur. Sömuleiðis markahæstur hjá Káamönnum er Elvar Máni Guðmundsson. Hann má ekki líta á honum í þessum leik.
Nei, eins og segi, þetta rauninni bestu lið landsins, ekki nokkuð spurning. Hér geysast Stjörnumenn fram í sókn. Góð sending hér uppkantinn. Fer fram hjá honum og kemur skoti á markið. Þetta var bara nokkur lagleg sókn hjá Stjörnumönnum. Já, heldur betur vel spilað en Ívar Arnbró frábæri markinu. Hann var þetta auðveldlega. Já, vel staðsettur eins og maður svona vanur, hann ótrúlega öflugur og búinn að vera góður bara frá því maður bara mann eftir honum sem algjörum smápóla. Heldur betur, þetta er sveitastrákur. Já. Það ekki að skemma fyrir. Það skemmir ekki fyrir. Hér færa með KM boltan yfir. Reyna að leita sendingunni út úr vörninni. Stjörnumenn pressa hátt, þetta er vel gert. En ná spilast út úr þessu. Gabriel hérna með boltan. Leggur hann niður, Noel. Dabirtu búi. Það er annar markaskorari á ferð. Mennar, það er smá stress í strákunum, maður sér það. Mennar reyna að fá touchið á boltan hérna upp hafi leiks. En við eigum eftir að sjá tempóið keyrt hérna upp, ég er alveg viss um það. Já, það er mjög eðlilegt að sé smá skrekkur í mönnum þessar fyrstu mínútur. Við ætlum ekki að gleyma því að þetta eru ungi strákar sem eru að spila stærsta leikina ferlinn til þessa. Þeir verða að væntanlega hans í margir hjá þessum strákum. Það er ljóst að einhverjir hér enda í meistaraflokk. Já, og hvað það er bara landsliðinu. Það er fullt að trú á. Já, fyrsta hornið í leiknum. Þetta skalla frá, lendur á fyrsta manni. Já, vel gert hérna. Hérna gæsast KM en heldur betur fram í skyndisókn. Hérna er hann á miklum spretti. Elvar, markhæsti maður KM-anna. Reynir að leggja hann framhjá. Þetta er vel varið. Ískaldur þarna. Já, Jesus Ómar gerði þetta virkilega vel, kom út á móti og lokaði vel. Þetta var dauða færi. Dauða færi. Þetta hefur maður séð Elvar. Það munir síðan klára all nokkur svona færi. En ekki í dag. Ekki á þessari mínútu. Nei, ekki á þessari mínútu. Ég er full að trúa að hann ná að klára þetta seinna. Já. KM hérna með sitt fyrsta horn í leiknum. Þetta er Bertur búið sem tekur það. Fljótt á liti sínast manni Stjörnumenn hafa hæðina aðeins umfram KM. Já. Hilgjum botni fyrir. Skotið, þetta losaði þér auðveldlega. Og Stjörnumenn við boltan. Nú er tækifæri á skyndisón. Mikið pláss hérna út á kanti. Gera þetta vel. Þetta var varnarleikur til að vilja sjá hann. Já, sammála því. Líka bara rólur hann beið eftir tækifærinu að pikka í boltan og já, ekki stress. Einmitt. Valdimar hérna með boltan. Já, tölur svona kraftur í þessu, konar 4 mínútur og bæði liðir svona að prófa sig áfram og eru svona líklega að reyna að ná fyrsta markinu. Já. Það er alltaf hvort að líka tilbaka. Hér kemur mikið, hérna geysast þið fram í sókn. Hér kemur skotið! Þetta virtist koma svolítið út úr engu og hér hefðu við auðvitað getað séð mark. Fyrsta mark leiksins. Já, sammála því. Þetta var virkilega vel gert hjá þeim og snöggur að koma sér í færið þannig. Mjög snöggur. Leiðum komst á ferðina þá var erfitt að stoppa þessa lest. Sammála því og önnur hornspyrna gestana. Skalla þetta frá. Hérna finna Valda. Hárbolti. Þessi var nú bara svolítið hættulegur. Já. Og líka eins og við vorum að segja, það er kannski smá skrekkur í mönnum að kannski allt í lagi að reyna svolítið bara lögum skot og sjá hvort að markmaðurinn gerir nokkur klöðaleg mistök. Sem betur fyrir náttúrulega eins og segi Ívar alveg klár í slaginn. Það er góðu punktur. Þarna til dæmis kom skot upp úr engu sem var nú eiginlega bara einhvers konar hreinsun en hún var allt í nú hættuleg. Já. Hér er við býða með hana. Það er að reyma skó. Hann skorar ekki með óreimaða skó. Heldur betur.
Minnum alltaf að þessi leikur er 235 mínútur fyrir það sem að eru kannski ekki mikið við að fylgjast með yngreflokkunum. Já, þetta er fjórðu flokkurinn hérna, þannig að þetta er stór völlur fyrir, já, tiltölulega unga leikmenn. Hérna eru menn að taka sín fyrstu skref á þetta stóru velli. Já, og þetta kannski við ekki að segja að bæði lið hafa kannski verið með varnarlínuna svolítið ofalega. Káa alltaf fekk svona alveg dauðafæri áðan þegar varnarlínan var ansi framalega. Já. Þannig að þetta gæti orðið mjög opið og skemmtilegt. Það vill skapa svolítið pláss einmitt í fjórðarflokki á svona stóru velli. Já, dómarinn. Með þetta alveg á kristaltæru. Ekki fyrsta brotið í leiknum. Jú. Ekki það síðasta. Nei, það verður hart slegið hérna sjálfan Íslandsmeistaratitilinn. Fyrirleikur þessari liða fór 6-2 fyrir Stjörnunni, en með skjáttlast ekki, þannig að Káa á harm að hefna. Já, heldur betur. Við verðum fannst hundar í þeim leikir sem strákarnir svona mistu aðeins dampinn eftir góða byrjun gestana. Þannig að ég held að það verði jafnar í dag. Já, ég held að það sé alveg hárrétt þær. En eins og segir Stjörnumenn með frábætlið sem eru ósigraðar í sumar. Algjörlega frábætlið þegar maður lítur yfir þetta 49 mörk 14 hengin á sig. Það er heldur bara glæsilegur árangur. Það er bara frábært og sýnir bara þeirra styrkleika. Þeir eru bara ótrúlega fljótir að refsa þeirra lið gefa aðeins færi á sér. Heldur betur. Mikael Breki hérna boltan. Það er að finna hvernig hann er fætur. Þetta er skemmtilegt spil hérna á Káamunum. Já, margir af þessum strákum urðu Íslandsmeistarar í B-liðum í fyrra, akkurat á þessu sama degi, 15. september. Já, það skildi þó aldrei vera það sem að vera að endurtaka leikinn hérna. Það er svona lukkudagur þeirra. Já, þetta telur allt. Heldur betur, allt svona fyrir í reynslubankan. Og það líka, það kemst í vana að vinna stóra leik. Það er bara þannig. Já, það er líklega skemmtilegst í vani sem hún lendir í. Já, nákvæmlega. Skotið hérna, þetta var bara að gera. Hann ver þetta gríðarlega vel. Skemmtileg skuttla þarna. Já, sammála því. Markmennir báðir greinilega heldur til klára í slæðinu. Jesus Ómar hjá Stjörnunni og svona hann Ívar hjá okkur í Káa. Þetta er leikur sem þú vilt halda hreinu í. Já, nákvæmlega. Það hefur heldur betur bæst líka hérna í áhörðahópinn. Stúkan er bara að vera nokkuð þétt setin. Skotið hér. Þetta lítur á hotspinna. Já, ég trú ekki öðru en að einhverjir garbarengar hafi nú tekið ferðina norður. Þó það nú í sólina norður. Já, einmitt. Það er ekki alveg komið vettur fyrir norðan. Nei. Hér er, já, hvað þriðja hotspinnan. Hann spurning hvort þú fer ekki að nýta þetta. Það verður ekki neitt komið upp úr þessu ennþá. Nei, og rauninni fekk hann að Káa færi sitt upp úr hotni áðan. Það er spurning hvort þeir leggja jafn mikið áherslu á þessu núna. Þetta skot ekki á ramman. Nei. Káli tekur þetta stutt. Hér skapast plás. Gabriel með boltan. Með fína sendingu hérna. Finnur Elvar. Nær að stinga sér og en er hann að verja maður. Hann að dauða færið hjá Elvari. Hann er einfallega frábær í ramman af hann Jesus Ómar. Þetta var glæsilega varið. Búin að taka 2 svona færi. Þetta er miklu meira en að segja það. Þetta telur mjög greind. Ég held að Elvar þurfi að ræma skóinn aftur. Já, það er hættið því. Ég vil bara vel gert hjá Jesus að loka markinu svona því að nú eru þeir að spila á meistaraflokks stærðara mörkin og það reynust stundum erfitt fyrir markmenn að venjast þeim. Þetta er svolítið stökk. Þetta er sannlega stökk og upp í slána er mikið stökk fyrir þessa stærra leikmanni. Nákvæmlega. En jú, þetta voru mikli taktar og með því flottara sem við séð hinga til í þessum leik. Já, sammála því. En ég ákvæmt líka fyrir Káa-liðið að þó við sem ekki að ná að nýta þetta, þá erum við að fá færin og við þurfum bara að halda áfram að þjarma að gestunum. Algjörlega, hér eru gestinni Stjörnumenn með boltan.
skemmtileg skipting yfir aðeins og langur, þá fáið tíma til þess að opna eins völlin. Já, hvað var þetta innkast? Það að sjálfsögðu alvöru dómarapar frá KSÍ á þessu leik, enda þessi risastór leikur þann stóra. Já, ég held við höfum ekki eftir að sjá mikið af dómarum í stökum þessu leik með svona flott teimi. Heldur betur og líka að strákarnir segja sem vinst við á. Þetta bara með hörku flotta dómara. Hörku flotta. Hvað með taka þetta stöðurinn að spila upp úr þessu? Það getur verið hættulegt eins og við sjáum hér. Stjörnumenn vinna á stór hættulegu stað. Já, sleppa með þetta strákarnir, en samt auðvitað mjög jákvætt að þessi að reyna að spila boltanum. Þeir eru loka ágætlega á þetta. Maður sér að þegar að fremstu menn hjá Stjörnunni komast á ferðina, það er stór hættulegt. Já. Ekki nóg með þessi snöggir og líka bara mjög leiknir með boltan. Já, mjög. Kloppi hérna. Gerir þetta vel. Hér kemur við vantarlega fyrirgjöfin. Þetta er hann ekki alveg nógu vel. Ekkert rugl hér úta með boltan, en ein hotspinnan. Já, svo fjórða í leiknum hjá Garbaðingum. K.A. búið að fá eina. Stefnir í margar hotspinnur með þessu áframhaldi. Heldur betur. Það sjáum við með 4 hotspinnum. Ekki bolti fyrir. Þessi er of hár yfir allan pakkan. Stjörnumenn með boltan. Kámen losa pressuna, geta fært lið og var heldur hann minna og vel gert. Vinnur boltan þarna, vel gert. Maður sér það að púlsinn er aðeins komin upp á leikmunum núna. Þetta er, hjartað er aðeins fyrir að tikka hraðar. Já, algjörlega, og það er eitthvað sem ég komast aðeins líka meira inn í það, bara svona, hvað er í húfi þetta. Já, það er dýrt að fá þessi mörk á þessum tímapunkti. Já, bara getur rosalega sterkt andlega að ná fyrsta marki leiksins. Mjög. Það getur oftir erfitt að koma tilbaka í leikjum og sérstaklega í svona stóru leikjum. Já, algjörlega. Heyrist vel í Hallgrími Jónasinni, þjálfara KA-liðsins. Já, það verður að skila sitt Dagbjörn þetta í fína pressu. Stjörnumenn leysa þetta vel. Við spilum upp kantinn. Langur bolti. Koma boltanum í svæði, inn í teig. Þetta er vel varist í strákunum, ná að loka þessu síðustundu. Já, þeir eru að ná að beina þeim vel frá markinu. Já, sammála því. En ein hotspinnan. Já, með svona Stjörnumenn er að ná svolítið góðu taki á leiknum, en KA-liðið er svona kannski meira að treysta á að sækja í bakki á þeim. Já. Það er svona viðbúið kannski eins og fyrri úrslitir og fyrri leik að uppleggi væri að fá ekki á sig markið. Ég held að KA-menn leggja upp með það. Ekki fá á sig markið. Við erum með 2 mjög fljóta, Valdimar og Elvar frammi. Reynum að koma boltanum á þá og beitum Skyndisónum til þess að byrja með. Að meina Stjörnumenn vita alveg að fyrir leikur fór 6-2. Þeir hafa komið inn í leik og hugsað að þeir væri að fara að taka tök á honum strax. Og við erum að sjá þetta gerast. Já. Þetta er mikið kapplaup. Já, ekkert á þetta. Þetta var eins og að lenda á vegg þarna. Heldur betur, grjótharður þarna. Þessi virkilega gaman að fá þennan leik hérna norður. Mjög skemmtilegt og bara skemmtilegt líka að vera gestirnir. Það er alltaf eitthvað við það að fara upp í rútuna með strákonum, keyra í leikinn.
Ég er eiginlega auðvitað þá að vera mættur það. Og þú veist meina að Kávalið átt að taka eitt eigafæri til þess að koma sér í gýri fyrir leikin. Það liggur við. Já, ég heit að sammála því að það er oft rosalega gaman að ferðast með liðsfélögunum. Hérna skalla með boltan alveg fram og tilbaka. Skemmtilegt taktar þarna. Já. Þetta skilaði sér, þeir vinna boltan. Heldur betur. Hérna, þetta er í mitt. Eins og hvað er búið að vera að gera þetta? Eina leita stungunni, takkt á hraðanum. Hérna losnar mikill sprettur. Gerir þetta gríðarlega vel. Stingur þetta millimanna. Kom sér í færi en þarna koma menn duglegir í hjálpinni. Já, heldur betur. Hann hefði kannski átt að prófa að senda okkur samherja þarna. Gekk kannski hans mikið boltanum, annars var þetta mjög vel gert. Það er þetta ekki hann Elmar Freyr Hauksson sýndist það. Það sé fyrir Garðbæinga. Já, það er markaskorari þeirra Garðbæinga. Og þegar maður sér svona takta þá skilur maður af hverju hann er marka eftir í dillinni með 16 mörk. Heldur betur. En já, 17 myndur að verða búnar að þessu leik. Við býðum að þetta fyrsta markinu en það eru heldur betur búin að vera möguleikar hjá báðum liðum. Já, Garðbæinga búin að vera með betri stjórn á leiknum en ég myndi segja að bestu færi leiksins hafi verið KM-megin. Já, nokkur svo var 2 algjör dauðafæri sem að Jesus Ómar er búin að ná að loka á. Já, dauðafæri. Innkast, enginn að bjóða sig. Hvað gerir með þá? Hérna, jú, Dagbjörn Búi, býður sig, fær boltan, finnur Valda. Já, brotið Valda. Já, hérna fá þér aukaspyrnu, skemmtilegum staða. Líklega ekki skotfæri samt. Nei, það er eiginlega ólíklegt. Og þó, þú ert í úrslita leikmaður, gæti verið að negla fyrsta inn. Skjótu við ekki? Það er klálega freistandi. Já, mjög. Heldur betur með held samt að Valdi sé að fara. Já, hann stillir sig þannig upp. Flengjarum inn hann á fyrstingina. Skemmtilega bolti. Ég skapa smá hætta. En þetta leysaði vel stjórnumenn. Þetta var bara skemmtileg aukaspyrna. Já, þetta var bara fínn bolti en þetta Valdi góðu spyrnumaður. Fer ekki yfir hann, sterkt. Kemur Helgi þarna með Búi. Stingunum og Valda. Þétti tilbaka stjörnunni. Kemur tæklingin, já. Hörgu tækling hérna. Þetta er rétt. Dagur Árni Heimursson átti þessa skrið tæklingu. Já, kemur kannski ekki mikið orð að hann sé fastu fyrir. Sjáum við þetta aftur. Já. Missir að boltanum en tekur manninn. Einhverjir vilja nú meina að þú verður aldrei bæði bolti og maður fara fram í þær. Hann stóð við það. Hann stendur við það. Mikið búin að vera í handboltanu líka. Jú, gríðarlega öflugir handboltanum einnig. Kemur ekkert óvart þótt við sjáum einhverja handbolta gappreðingar hjá honum. Það ekki eina góða einfalda fintu eða hefnilega yfirrætta fintu. Já. Það gæti komið munum á óvart sko, menn er ekkert vanur að sjá þetta í fótboltanum en ég hef alveg síðan gera það á vellinum og það virkar lígilega vel. Já, glæsilegur íþróttamaður, þetta er Árni. Mikil barátta hérna á miðjunni, KM að reyna að spila sig í gegnum mjög þéttlið stjörnunar. Hérna fær hann boltan og stór hættulegum stað fyrir fram hjá honum, skotir rétt fram hjá hann. Klárlega besta færi stjörnunar í þessum leikinga til Elmar Freyr Hauksson. Já, sjáum hann gerir þetta vel, kemur sér í góða skotstuð en boltinn rétt fram hjá KR sleppur með skrekkin hann. Þetta var stór hættulegt. Heldur betur. Það er nokkuð ljóst að það má ekki bjóða þessum manni upp á bolta og pláss á sama tíma. Nei, bara alls ekki. Það er bara stránglega banna. KM búin að færa liði framar. Já, það er svona fattan að reyna að stýra leiktum aðeins meira. Já. Það býður þetta líka með hættunni heim þegar maður missa boltan. En það við erum konið núna inn í síðari hlutan á þessum fyrri hálfleik þannig að það er að gera. Það er hálfleikur framundan, menn fá smá hvíld þá.
Já, Núna er færið á að keyra þetta þessu upp. sammála því og líklega verið einmitt uppleikið að vera rólega kannski fyrstu 10 mínútur, þannig að korterið, Já, svona koma sér inn í rytman. Líka gaman fyrir strákarna að spila á Greifavellinum. Það vil bara með strákarna sem fara að vera hér. það er gríðarlega skemmtilegt og með áhorfendur líka, það gefur þessu helling. Algjörlega. Það hefur líka ekki verið mikið að fótbolta fyrir okkur hérna svona síðustu mánuði, þannig að það er ágætt að geta komið og leikið og þá nýtum við hvert einasta tækifæri. Nákvæmlega. Ég held ég sé ekki að fara með fleipur þegar ég segja að síðusti yngreflokkaleikurinn sem var hérna á Greifavellinum við fyrir 2 ára síðan. Þá var K.A. Íslandsmeistari í fjórflokki kvenna. Þannig að það vonandi að strákarnir fylgi því eftir að sýna okkur sigurleik. Það var líka sýndur í K.A. sáleikur. Já, það er náttúrulega ekki til betri staður fyrir K.A. að vinna en akkúrat hér. Nákvæmlega mikil saga á þessum velli. En klálega, þetta er leikur sem að allir vilja spila. Úrslitaleikur, A-liða, Íslandsmóti. Já, eitthvað gruna með að hafa verið erfitt fyrir þjálfarana að tilkynna byrjanliðið, að einhverjir hafi miður þurft að vera á bekknum. Já. En þurfa bara að vera klárir þegar kallið kemur síðar í leiknum. Heldur betur, þetta er allt hluti af liðinu. Þú ert að spila þína rullu alveg saman hvort þú ert inn á eða út af vellinum. Það er bara svo einfalt. Algjörlega þannig. En auðvitað vilja allir verið inn á. Það er alveg klart. Hér erum við að sjá aukaspyrnu á stór hættulegum stað. Þetta er skotfæri. Já, þetta er bara árinni besta stað, ekki alveg upp í tegi, heldur aðeins fyrir utan hann. Og spurning hver fær að taka ábyrgðina á sig. Ég giska að Elmar Freyr allar að lúðra þessum. Já, mér sýnist að ekki Kjartan Már sem er að kvísla á hann eitthvað hvað hann er að gera með þetta. Nei, Kjartan sem tekur þetta. Á smá leikvita þarna. Þeir plötuðu okkur. Þeir plötuðu okkur úr skónum henni gáða því. Já, Kjartan Már með spyrnuna í vegginn. Og hér er gáminn að snúa vörðu sól. Gengur ekki. Hér pressa gáminn ofalega. Þetta var hættulegt. Já. En vel leist stjörnumenn með boltan. Á spilan fær hann upp hægra megin. Það er mjög óþægilt sérstaklega í svona leik að fá svona þunga pressu á sig en hann náði að losa þetta á 11 stundu. Já. Góðu varnarmaður. Heldur betur. Já, maður er nokkuð vissum að allir sem sitja á varamannabæknum séu heldur betur klárir í það að koma inn á. Já. Hérna kemur hann á miklu spretti, sjá Elvar. En Jesus Ómar er búinn að lesa þetta. Elvar veit það allavega ef að hann ákveður að færa knattspyrnu fyrir einhvert annað þá eru sprettlöpin, þau standa galopin fyrir hann. Já, nákvæmlega. Mikil hraði í sinni reyng. Og líka ótrúlega snöggur með boltan á löpunum. Já, það er ekki svo að hægja eitthvað á honum. Þetta er klárlega vopn. Já, ekki nokkuð spurning. Sævar Pétursson vakandi við endalínuna hana. Já, hann er í svona forsetastól hana. Lítið stórt á sig, svo alltaf. Planta sér hana, illa flottur. Það var einmitt hans sjálfur sem að sló grasið fyrir legg. Já, auðvitað. Stekkur í ýmsu störf. En já, 10 mínútur eftir að fyrir áleitnum ætlum við fáum mark fyrir hlé. Það væri sterkt. Mjög sterkt. Verst að fá markið rétt áður en flautað til hálfleiks. Og þurfa að fara inn í hálfleiki með það þá blautu tusku með sér í andlitinu. Algjörlega, og þetta líka bara fyrir þjálfarana þurfa einhvern veginn að koma með nýja taktík bara á núleitni, bregðast við.
Ég hugsa Stjörnumenn ræði hotspinnur eitthvað í sínu hálfleik? Já, búin að fá 5 hotspinnur en einhvern veginn ekkert komið upp úr þeim. Nei, það er færi á að nýta þær. Vá, þetta er langur bolti. Rósalega langur bolti. Ég er búin að fylgjast með Mikkel Kvist í Kavaliðinu í sumar. Já, hérna eru öskraðir upp og þeir gera það. Stingur honum, allir Elvan á honum, Elvan er honum, allar ventar að klára þetta, nei! Gerði þetta svo vel en boltinn rétt framhjá. Virkilega vel, Valdi hjálpar hann þarna, kemur með þessa stungu sendingu. Já, það er hraðinn hér sem KM ætla að beita fram á við. Heldur betur, þetta var frábælega útfær sókn en því miður boltinn aðeins framhjá. Elvar gæti hér hefur komið 3 mörk. Já, ég sá samt að ég held að hann hefði ákveðið að skjóta strax á fyrsta tempói til þess að reyna svona ná Jesus úr jafnvægi en því miður skotið rétt framhjá. Já, þetta var erfitt skot. Við skulum alveg gefa honum það. Já. Hér á árið tekið við sér, þetta er skemmtilegt að heyra. Já, oft góð stemning á Greiðavellinum. Já, nú heyrir við hvað telur mikið að vera á heimavelli. Já, nákvæmlega. Heyrist virkilega vel í fólki, það er mjög gaman að þessu. Virkilega. Það hafaði blá Stjörnumenn. Skemmtileg sending. Aðeins og vera honum samt, skýla honum út af. Það kom smá brot þarna. Það var bara lent illa. Aðeins stjakkaði við honum. Virtist nú ekki mikið. Hann harkaði þetta af sér. Já, Dagur Árni er nú úr járni. Já. Það fæði nú smá tiltala hérna, hann Elmar Freyr. Já, þó þetta hafi kannski ekki verið mikið, þá var þetta óþarfi. Algjör óþarfi, bolti var bara farin út af. Og Sveinn dómari tekur fyrir þetta. Ekki rugl hér. Ekki rugl. Áfram í leikinn. Finna Valda. Það er alltaf eins og sé einhvern segull á honum. Einhvern veginn allir boltar sem að hafa menn grípa þarna uppi, þeir eru á Valda. Já, mikill fótbolta heili og mjög gaman að fylgjast með honum. Góð sending þarna inn fyrir vörn KM-ana. Ná ekki að gera sér mat úr þessu. Já. Á 11. stundu náður að loka þessu. Þess að þeir eru með varnarlínu svo ofalega. Þeir eru að bjóða hættunum svolítið heim en á móti getur þetta verið mikið vopn að vinna boltan hana ofalega. Mikið vopn. Skemmtilegt að sjá miðjum með KM-ana hérna. Helgi og Mikael Breki. Þeir eru ekki háir í loftinu. En þetta eru svona eins og bílaauglýsingin, sko, risa smár, sko. Það er miklu stærri knattspyrnumaður inn í þessu litla líkama. Já, nákvæmlega. Og að það er einhver íþrótt sem þú getur alveg komast upp með að vera lítill, þá er það fótbolti. Já. Lionel Messi kannski besta dæmi með það. Akkurat. Það er erfitt að vera góður í blaki með litla hæð. Já, það segir það. Ekki það mjög vel sjálfur. Hérna gera hann vel, kemst fram hjá varnarmanninum. Skotið og við sjáum hér fyrsta mark leiksins. Þetta gerir hann Elmar Freyr virkilega vel. Er hér að klára 17. færi sitt hér á þessu Íslandsmóti. Já, komið 17 mark í sumar. Það er ótrúlega tölfræði. Líka mikill skrokkur í þessi leikmaður. Heldur betur. Stór, sterkur, líka lunginn. Við sjáum að hann er svolítið fyrir að setja svolítið fyrir að beita svolítið stefnubreitingum. Hann kemur sér fram hjá menninum, leitar inn á völlin og svo kemur skotið. Já, hann er búinn að fara alltaf inn að miðju, núna fór hann utanavert. Já. Og kannski komum aðeins á óvart með það og slengdi boltanum hérna í fjárstöngina. Það er alltaf að hafa svona vopn í sínu vopnabori. Já, sannarlega. Nú þarf KM bara að halda rósinni og halda áfram að reyna. Já, hér er klárt brot. Þeir eru búin að fá færi, kongulega smá pirringur í strákana. Já,
Það er komin hitt í leikin líka, við erum komin fyrsta markið. Já, og við vorum að tala um það hvað var mikið að ná fyrsta markinu. Já, hleypir leiknum alveg upp. En gott að hafa allir eins og algjörðan reynslubolti eins og Hallgrímur Jónasson í þjálfarateimi hjá KR sem getur miðlað sinni reynslu í hléinu og fengi strákana aftur í gang. Já, nokkuð vissum líka að hann geti eitthvað bundið varnarleikin saman. Já, það er nokkuð ljóst. Því það verður klárt verkefni að stoppa Elmar í seinni hálfleik. Já, rosalega góður framherji. Alltaf hætta. Og getur hann bara búið til færi upp úr engu. Akkurat. Hér eru KR með aukaspyrnuna. Þessum er líklega lúðrað marki. Gera það. Heldur honum ekki. Og þessi endar í netinu. KR ekki lengi að svara og skora hér og jafna leikinn. Gríðarlega stertan jafnan strax. Algjörlega, þetta er mikið áhætt fyrir gestina. Ég misti sagði hver að var sem að náða að reyka boltan í markið. Já, ég náði ekki, þetta var smá dans þarna. Við skulum sjá þetta aftur hérna er aukaspyrnan. Kemur hérna við þetta og þetta er... Ég fagnar Gabriel, skildi hann hafa sett hann inn fyrir. Mér sýnist það sé rétt. Magnús Dagur Jónatan segir allavega kallkerfið, þrjustu í Maggi Jónatans að jafna metin frábælega gert. Óheppinn þarna, Jesus mjög góðu markmaður Stjörnunnar, náði ekki að halda boltanum í aukaspyrnunni og þá skapaði skriðilega hætta. Já, skoppa hann ekki hálf erfiðlega fyrir hann þarna? Jú, þetta var erfitt. En vel gett hjá Magga að fylgja þessu og klára þetta 1-1. Eitthvað segir mér að það sé nú rætt við eldhúsborðið á því heimili að gefast aldrei. Og það skilaði sér heldur betur í marki hér. Algjörlega, pappan segir náttúrulega Jónatan Magnússon, ótrúlegur íþróttamaður, ámætt leiki fyrir KR bæði í handbolta og fótbolta, en gleyma því að hann var líka fínn í fótboltanum. Og sonurinn í sumum vandræðum ákveða hvor íþróttin verður fyrir valinu. Góður í bæði handbolta og fótbolta. Við skulum vona fótboltinn allavega með það sem við erum að sjá hér. En þetta er erfitt val. Algjörlega. Ekki verið að spila bara bæði. Jú, menn reyna það náttúrulega eins lengi að þau geta. Nákvæmlega. En frábært að fá jöfnumarkið og spennan heldur áfram. Þetta gefur KR-mönnum kraft, maður sér það strax. Slær Stjörnumenn heldur frekar. En það sem við höfum til að sjá núna er bara meiri hiti, meiri spenna, meira kontakt, hærra tempo. Ég held að þetta sé allt saman að fara upp. Já, sammála því. Það séu mennir eru fann aðeins að íti hvort annað meira og meiri pirringu þegar það er brot og svona. Já. Það er flottu bolti hérna. Elvar á sprettinum, gefst fram hjá Jesus. Jesus komin í... Hann er komin í varnarhlutverki, hann er bara ánum bakurur þarna. Björk á línu þarna. Mikil barátta. Það er að randa aðeins að fjarmaða Stjörnumarkinu. Vel gert. Þetta er ekki öfundsett hlutverk að vera að gæta hans Elmars. Nei, heldur betur. En þeir eru fljótir að koma að hjálpa vörnina og aðstoða sem er þetta eina vitið. Venjulegur leiktími í fyrirháleika að verða liðin. Já, það liggur við að áhorfendur ættu að standa upp í hálfleik, fara og borga sig inn. Því þau eru heldur betur nú búin að fá nóg fyrir peningin eins og þessi fyrirháleikur er búin að spilast. Sammála því. Ískaldir þarna. Sjáu þið hvað leikur. Og Ífari frábær í rammanum. Stundum held ég að það renn ekki blóð í honum sko. Það er líka stúkar tók smá andköf, fagnaði þessu bara vel. Já, ég hugsa að allir á vellinu hætti ekki andköf nema hann sjálfur. Já. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Sammála því að ótrúlegur kappi líka að hika ekki við þetta í úrslitaleiknum sjálfum.
spurning hversu miklu er bætt við. Já. Það var bara 30 sekúndum. Og þessi fyrirháleik lokið. Virkilega skemmtilegur fyrri hálfleikur, staðan hér 1-1. Já, svona Skemmtilega síðustu mínúturnar sem við fengum hér, menn gáði sér svona alveg, góða 10-15 mínútur að koma sér í gang, sáum hvað menn áttu mjög hættuleg færi, Elvar hefði átt að vera komin á blað, Stjörnumenn stjórna leiknum, heldur betur, ná fyrsta markinu, en KM jafna og væntanlega mjög sáttir að fara inn með það í hálfleik. Já, sammála því, svona kannski ekki verið að kíkja á mörkin, hérna byrjum við að sjá mark gestana. Ríkalega vel gert hjá honum og fer svo utanavert og smellir hann stöngin inn. Þetta myndi enda í Pepsi-mörkunum, sko. Þetta Sammála því og hér svo bara spengt í kjölfarið kom jöfnumark frá KA. Auka spyrnan, heldur hann ekki. Já, þið sjáum þetta einu svona aftur. Mikil barningur í teiknum hann. Hérna gildi bara pota. Já. En þetta telur alveg jafn mikið eins og hitt markið. Algjörlega. Og við kannski tökum einhver smá pásu án til að koma svo aftur með Hansarinn setjafleik. Leifum tölfræði fyrirháleiks að lifa með hann. Takk fyrir bili.
Já, hér alltaf verða klárt fyrir seinni hálfleikinn. Kemur eiginlega bara ekkert á að það sé jafnt í hálfleiknum. Já, ef fyrirháleikurinn gefur eitthvað fordæmi það hvernig þetta mun spilast hér, þá veisla framundan. Heldur betur. Skjálftir farin og liðum bæði búin að skora. Það er hægt að sjá hvort að það sé einhverja breytingar, eitthvað nýtt upplegg hjá þjálfurinn fyrir þennan síðari hálfleik. Við erum 35 mínútum frá því að sjá hver verður Íslandsmeistari. Já, ekki nema að verði framlengt. Já. Það nú margir af þessum káastrákum sem voru í algjöru maraþonviðureign í undanúrslitum á N1-mótinu fyrir 2 árum síðan. Þurfti að sætta sig við tap í að þeim minnir 14 földum bráðabanna í undanúrslitum. Alveg rétt, já. Ótrúlegu leikur og fyrst að þeir náðu nú að jafna sig á því, þá held ég að þeir séu klárir í slaginn ef að vera vítaspyrnukeppni núna. Að tapa svoleiðis á þennan hátt og komast upp úr því, já, það gerir alveg karaktera. Algjörlega andlega sterkir strákar. Losa þetta frá, enn einn hotspinna sem kemur ekki mikið upp úr. Nei, nákvæmlega. Þá mun þetta grunnir svo sem að strákarnir sé ekkert voða lánaðir hafa verið að rifja hann að leika upp. Heyr þetta ekki núna. En ef ég þekki það reitt, þá verður að fara að horfa hann að leika. Og eftir líka krifja leikin til merðar. Já. Gabriel. Valdi. Góðu bolti. Hér skapast hætta. Elvar á miklu spetti. Einn á móti markmanni. Kemur, fer fram í markmanninum. Og hér Elvar Freyr búinn að stimpla sig inn. Hérna ætla hann sannarlega að klára færið. Þetta var eins og bestur á kosið. Já, frábærlega útfært hjá honum. Ískaldur fram markið. Ég fekk bara gæsahúð. Já, nákvæmlega sama hér. Við sjá þetta aftur. Löng sending fram. Eftir smá barning, frábær. Sjá hvað hann nýtir hraðan vel. Þegar hann komin á þennan sprett, hún nærði honum ekki neitt. Nei, og núna einmitt. Hann ætla ekki að taka sénsinn á því ég hefst í séns á að vera þetta. Nei, ég fer bara fram hjá honum og klára þetta sjálfur. Einmitt. Geggjað. Algjörlega geggjað. Og Káamenn komnir í fórustu hér. Gríðarlega sterkt að byrja seinni hálfleikinn svona. Nú momentið með þeim. Já, og spurning hvort að Garbaðingar nái að komast aftur inn í þetta. Þetta var ljótt að sjá. Fæst hérna. Ekkert dæmt samt. Nú virkilegur Hasar komin í þetta. Liggja hérna 2 Káamenn á vellinum. Já. Spurning hvort þessi komið smá pirringur í gestina. Ekkert langt síðan þeir komist í 1-0 en eru skyndilega 2-1 undir núna. Þetta fljótt að breytast. Og eins og við fórum yfir í upphafi leiks. Í úrslitaleik getur allt gerst. Algjörlega. Ívar hérna með boltan fram. Stjörnumenn reyna að finna leiðina að marki Káamanna. Ætla að jafna þennan leik. Ekkert rugl, spörkum þessu fram. Hreinsum boltan. Helgi hér, sendir hann út, Elvar. Elvar reynir að stinga honum í gegn, gengur ekki, fara hann aftur sjálfur. Og þetta leysa Stjörnumenn vel. Káum engastið og hér taka áhörðu við sér og þó það nú, þeir eru yfir strákarnir. Já, en hér, nær ekki halda honum inn á, en aukaspyrna dæmt. Já. Nei, innkasti. Eða hvað? Jú. Á þetta broti. Þetta er aukaspyrna. Já, nú bara stóra spurningin. Ná gestirnir úr Garðabænum að ná 8 sínum á ný.
því að þetta lítur að vera mikil skemmtir að vera skyndilega undir og eins og sagði líka þeir unnu fyrirleikin á þessum liðum 6-2 í sumar. Já. Og kannski mætt inn í leikin handið sér að þeir myndu taka þetta í 70 mínútna leik. Það er hættulegt að hafa unnið þann leik með þessum mun því það getur verið erfitt að gera sig upp í leikinn. Þó þetta sé nú reyndar úrslita leikur og við skulum ætla það að menn mæti klárir. Nóg eftir að sem síðar í hálfleik þannig að... Já, hann er bara rétt byrjaðar, 5 mínútur búnar. Heldur hérna fótinn, eitthvað meitt sig, nei, bara rífin á fætur. Rífin á fætur, hægt í boði að líka eins. Helgi er maður sem þarf að fara út af vellinum á börum. Það er ekkert annað sem nærunum út af. Það eru þessir háu boltar sem stjörnumenn taka í vörninni alveg trekk í trekk. Já, eins og sagði þeir eru kannski með smá yfirbyrði í hæðinni. Já, flott og lítið er það. Háu boltar fram, stjarnaskallar að burtu, en það eru þessir lágu boltar sem eru hættulegastir. Já, þetta er guldspjald, var þetta ekki guldspjald á hann Mána, sýndist það? Jó, mér sýndist það líka. Máni Dalsteinn kom með fyrsta guldspjald í þessum leik, hann er 42. mínútu. Hefst sem er langa spinnu, kann alveg að sparki í boltan. Já, þetta skipti máli að samskipti fari í lagi. Já, ég var hræddur að Ívar var að misreita hana bolta en hann gerði hann sjálfsögðu ekki. En það er tíma að reyna að stinga honum inn, það gengur. Vel gert hjá Mikael. Mjög góð hjálp þarna. Þeir vinna boltan eins og aftur. Já, skildi Elvar. Hann liggur við að menn sparkinu bara ykkvört og vonist til þess að Elvar ná hlaupan á rætt. Það gengur yfirleitt, það er alveg ótrúlegt. Það er mjög svona miklu Mikael Óen taktar í þessu. Bara hleypar allt upp á nærboltanum. Já, vinnur þetta boltan af Mikka. Maggi á miklu spretti. Beintmættur í tæklinguna. Hann býður eftir flautinu. Já. Þetta er Maggi er að fá guðspjald held ég alveg nokkuð klárlega. Það er kemur þetta alltaf að hjálpa hann upp. Fýtt Maggi. Já, þetta er verðskulda guldspjald og hann veit það. Já. En óvilja verk, biðst afsökunar. Þetta er fallegt að sjá, þó þessi hiti í leiknum og menn sem brjóta af sér allavega taka spæni mönnum og viðurkenna mistök. Algjörlega engin ásetningur í þessu en verðskulda enga síður. Já, Maggi svo alltaf læti til sín taka, búinn að skora, búinn að fá guldspjald. Spurning hvað hann bæti meira við sig, slum vona að sé ekki raut allavega. Teki öll bóksinn. Þessi endar í hrömmunum Ívari. Já, Elmar hefur ekki komist mikið í boltan í síðari hálfleik. Nei, alltaf kakkotumenn hafa verið að leggja upp með það núna í seinni hálfleik eftir hvernig fyrirleikurinn spilaðist að hann mætti mikið á honum. Já. Kannski stóra vörnin í að reyna að verja gestunum að loka bara einfallega á hann. Já, menn þurfa ekki að leysa mikið í leikinn til þess að sjá að það er verðt að reyna að stoppa þennan mann. Já, en þá auðvitað býður hættunni heim það fyrir aðra leikmenn að njóta sín. Já, ekki spurning, en það sér maður að það að menn hafa dálítið verið lausir hérna hægra megin. Stjörnumenn eru ekki að nýta sér. Þeir virðast vera ákunnir því að leita upp vinstra megin þar sem Elmar hefur verið vanur að sækja. En eru ekki að horfa á, ég er búinn að horfa á nokkrum sinnum, þeir eru lausir hérna hægra megin. Já, en svo sem kannski skiljanlegt út með mann sem er búinn að skora 17 mörk í sumar að reyna að leita á honum. Já, rétt. 17 mörk saman tímabilið, það er frábær tölfræði.
Hérna er skipting á KA-liðinu. Já, býtu hver var það sem var að koma hann inn á? Það er þetta ekki hann Konráð Birnir sem var að koma inn á. Miklabjörgi út af. Jú. Það er þegar Konráð mættur inn í leikinn. Og öllu líkindum staðaráðin í að setja sitt mark á hann. Já, mætti vantarlega gríðarlega grimmur til leiks sem ég segi. Hann byrjaði á bekknum, eins og við tölum við í fyrirháleiknum. Hann lítur að kveikja rosalega mönnum að sýna sig þegar þeir fátu svo tækifærið. En hér sjáum við strax að það er ákveðna taktíska breytingar sem fylgja þessu. Konráð er komin upp, hann er stór. Þannig að þetta getur verið nýtt vopn í vopnum úr KA-manna að beita þessu hérna í sókninni. Já. Mikil baráttu hérna á miðjunni. Það eru miklir hæfileikar í báðum liðum. Það er stundum svolítið spurning í úrslitaleikum hver vill þetta meira. Já, það er bara nákvæmlega hann og þarna gerir einmitt Konráð vel í að knýja fram hornspyrnu. Já, þetta getur verið snúið fyrir varnarmenn að fá allt í einu nýjan framherja þannig inn á með allt önnur element. Já, algjörlega. Og einmitt hann Mikael Breki sem fór út af, hann er miklu lægri í loftinu og kannski svona aðeins meiri hraða. Baráttu hundur á miðjunni, mér sýndist Valdimar hafa dottið eins niður á miðjuna í staðinn. Já. En hvað, ég held að það sé önnur hornspyrna KA-liðsins. Ég er mikil hætta. Heldur betur. KA-menn hafa verið aðeins duglegir að æfa hornspyrnuna sínar, sýnist mér. Þetta var lítur út fyrir það. Sjáum þetta aftur hérna. Hanna skall hurð nærri hælum. Þessi sleikir stöngina. Það er rétt framhjá. Það hefði nú verið heldur betur sterkt að auka fórustuna þarna. Já. En kannski bara gott fyrir leikinn að þetta sé ennþá eitt mark. Þetta er ennþá galopið. Það sé fyrir okkur sem erum ekki að spila. Elmar. Já, gerir þetta vel. Losa boltan. Þetta er Nei, hann flautar ekki. Mér fannst það vera frá að flauta. Hann flautar ekki. Þetta er eitthvað sem maður þyrfti að sjá í. Hvar er varið núna? Það var hann Tómas Óli tekinn yfir í teiknum. Mér fannst skulum fá þetta hérna aftur. Það kemur boltinn, endursýningin hérna og erfitt að sjá þetta. Ég held að KA-menn gætu verið svolítið heppnir þarna. Já, ég er ekki frá því að hafa verið snerting þarna en áfram með leikinn, segir Sveinn dómari. Við glemma því að sjónarhornið hans er mun betra en okkar. Já. Þannig að heldur við geta að sé breyting á leiknum ef það hefði verið vítaspyrna á mark. Jöfnumark hefði breytt þessu öllu saman. Algjörlega, og hefði kannski komið aftur meira sjálfsagt í gestina sem við það svona kannski aðeins að vennast í að vera lendur undir. Snoka á menn vörn í sók. Gera það bara snirtilega. Gabriel aðeins. Hitt hann illa. Já. Já, góðu bolti. Reyna að koma honum eftir fyrir. Nei, stingur sér inn í tegin, vel gert. Og Ívar handsamar þennan. Já, af harðfylgi þarna. Svo að Sigurður Hákon reynda að komast í boltan. Fór held ég aðeins í Ívar, en Ívar er grjótharður. Hann er ekkert mikið fyrir það að leyfa öðrum að vera með boltan inn í markmannstegnum, sko. Nei. Ótrúlega öruggur í sínum aðgerðum. Hinn KA-menn spila stutt sem áður. KA-menn gefur sér smá tími í þetta, enda vinnutími með þeim. Það er að koma 50 mínútur á klukkuna.
Já, KM hafa haft ágætis tök á leiknum eftir að þeir bættu í fórustuna. Hafa náð að halda momentinu með sér í liði. Líklega aukaspyrna hér, já. Takk það fljótt. Elmar með boltan. Frábær tækling. Glæsileg vörn. Hann er rosalega góð. Þeir eru aftur ná að pikki boltan en aftur nær honum. Það er einfallega alltaf stór hætta þegar þessi leikmaður kemst á stað. En við verðum að gefa það að Máni er búinn að hanga í honum. Já, hann er svona bara eins og öskupóki. Er alveg pikkfastur á honum, gult spjald hérna. Ég veit ekki en Sigurður Hákon sem var að fá þetta, mér sýndist það. Jú, Sigurður Hákon, leikmaður númer 32. Virtum það hérna. Ég held að þetta sé nú bara hárrétt á dómaranum. Já. Verið öruggur í sínum aðgerðum. Var aðeins svo seinna þarna og hér lauma KM inn skiptingu. Mér sýnir að Þórir Örn sem er að fara út af og Sigursteinn er mættur inn á. Sigursteinn Ímir. Þórir búinn að vera ofboðslega traustur sem klettur hérna í vörninni, stór og sterkur og farið aðeins önnur element hérna með að setja Sigursteinn inn á. Hann er mun fljótari en líkamlega ekki en sterkur. Ég sýnir bara hendi, ekki dæmt. Vel gert Helgi. Stjörnumenn halda boltanum. Skotfæri hérna. Algjör skotfæri. Rangstaða. Fyrsta rangstaða leiksins. Þeir voru eiginlega tveir hérna sem voru í fínni skotstöðu hérna fyrir utan tegin en ákvaða að senda boltan áfram og enduðu með rangstöðu, svekkjandi og komnir í fínan séns. Það er nú ekki hægt að segja annað en að Stjörnumenn virðast hreinlega slegnir við þetta mark. Þeir hafa ekki náð sér alveg á skrið eins og við sáum í fyrirháleik. Nei, og eins og segir líka svo kannski KM fann að reyna að loka eins og ég geta á Elmar og hann kannski komið mjög aftalega að reyna að ná í boltan. Já. Frábær stúkusendinga Elvari, Dagbjörn búi. Rangstaður. Stúkan lætur vel í sér heyra. Já, er ekki sáttið með þetta. En aðstofadómarinn í engum vafa. Þarna sjáum við það er enn áttur að skapast þessi hætta. En í þessum skyndisóknum hjá Káa, stungusendingarna fram. Þeir hafa þó ekki verið að nýta sér mikið það að Konráð sé komin hérna einn vel stór turn frammi. Já, ég sýnist að vera réttu dómið með rangstöðuna en þetta var rosalega tæft. Já. Þetta er góð hugmynd. Sjáum hvað gestinir gera hér. Náður að flengja sín á tegin. Já, fínasti bolti. Konráð mættur inn í tegin að sinna varnarhlutverkinu og skallar þetta frá. Og hér er færi! Þarna skallur nærri hælum. Sjáum þetta aftur. Hér var maður hreinlega farin að sjá boltan inni. Kemur þetta fínasta fyrirgjöf. Hann dettur hann bara alveg fyrir fæturnar á honum. Já. Nær ekki að halda honum alveg nógu neðarlega. Gríðarlega svekkjandi fyrir hann að ná ekki að setja hann að bolta á ramman. Þarna var heldur betur færi. Nú hann að gera Káa skiptingu. Sýnst að Valdi fara að koma út af. Mikael Breki komin aftur inn á. Sigursteinn og Mikael Breki hérna sem eru inn á, þeir eru árinu yngri en restin af liðinu. Stór leikur fyrir þá. Mikil barðan, svo kemur skotið, það er framhjá. Já, Elmar er að reyna að koma sér aftur inn í þetta eftir að vera svona að loka vel á hann. Hann tikkar í ansi mörg box en með 3 í sér, ég meina það er bara erfitt. Já, maður getur sett eitthvað út á hans leik hérna, þá mætti stundum nýta sameirina betur. Já, sammála því. Kort er eftir. Hástrákarnir að hanga á þessu. Eins og þú sagðir, Stjarnan er ekki búin að tapa leik í allt sumar.
1 jafntefli. Það er ekki meira það. Hversu svekkjandi væri það að eina tap sumarsins kæmi í leiknum sem skiptir öllu máli? Já, það er sem að segir, þegar þú varst að tala bráðabanan að tapa í honum, ég meina, það þarf alveg karakter að taka á móti svoleiðis tapi í síðasta leik, úrslita leik. Já. Því KA-menn eru með núna á þessu Íslandsmóti 7 sigra, 2 jafntefli og 2 töp. Þannig að heilt yfir væru þeir þá með fleiri töp en standa uppi sem sigurvegarar. Já, það er að segja að þeir ná að hanga á þessu. Þetta telur meira hér, já það er að segja, þetta er ekki búið, langt í frá. Ég veit að það eru margir hjátrúarfullir að horfa á sem vilja ekki að maður segi neitt fram í tíman. En hér er aukaspyrna sem að Kjartan Már tekur. Önnur staðreynd þetta náttúrulega bara liðin er að KA var fyrir þennan leik í pluss 19 mörkum en Stjarnan í pluss 35 mörkum. Markatalan heldur betur hagstæð. Já, það er þetta líka smá sveifla að Stjarnan vann 6-2 sigur í leikliðana. Já. En vissulega Stjarnan frábært sóknarlið sem að KA-stjarnan hafa gert vel til þessa að ná að halda í skefjum. Við skulum aldrei afskrifa þá. Heldur betur ekki. Hér kemur enn einn hotspinnan frá Stjörnumönnum. Beint á Sigurstein. Hvað gerist hér? Ívar, nei, já, brot dæmt. En það liggur við þetta sem í fyrsta skipti sem að skapast einhver alveg að hætta eftir hotspinnu hjá Stjörnunni. Já, og þetta var alveg spinna sem er svona kannski að mann fannst hálf mistakast. Já. Datt svona þetta einhvern veginn svo inn á nærstöngina. En Ívar af miklu harðfylgi náði þessum bolta lítið ekki stoppa sig þó að menn var að sparka eins og þau gætu í boltan hana. Hei, það var örugglega sparkað í hendurnar á honum. En það þarf aldrei mikið meira til þess að hann ætla að fara út af við þessum leik. Algjörlega. Þetta er bara átt inn á miðjunni, hvar endar þetta? Hú kemur nú fram, Konráð miklu spretti. Dansar hérna kollinum á leikmannum með 20 hjá Stjörnunni. Já, ískaldur Brynjar hann með mann í bakkinu. Skallar hann 2-3 ná hann betra að valda boltanum og svo bara út af með hann. Það var ekki sitt í neinu öru. Á, vel gert, áhorfendur. Taka þeir við sér. Þetta telur allt saman. Það sjálfsögðu og sérstaklega núna þetta er farið að verða erfitt, það er mikið búið að þessu. Þá gefur allt svona auka kraft sem vantar stundum. Algjörlega. Já. Vel gert, Magnús. Sýtir boltan lengst í burtu. Þessi, já, líkuðu hann enda á greifanum. Þeir eru nú enda nokkri þar. Já, og spurningu að strákarnir fagni á greifanum ef þeir ná að landa þessu. Það gæti verið. Nefnir þeir taki bara þriðjudagst tilboði sem er einmitt akkurat í dag. Greifinn alltaf bestur. Magnús sparkar þessum upp, það er hættulegt. Helgi hælar hann einhvern veginn. Já, bara hælar hann fyrir þetta. Hérna vinnaði boltan. En það vantar aðeins meiri hjálp þarna. Já, mér finnst þetta svo að mætti vera, það vantar eitthvað, menn eru aðeins að hengja haus þarna. Já, ég sammála því. Man hefur alveg séð Stjörnuna ákveðnari sóknarlega. Já, ég sammála því. Mér finnst þetta svona að vera aðeins að pirra sig á mikið í staðinn fyrir að reyna að halda dampi og leggja alveg pressu á KA-liði. Því við vitum alveg hvað þetta lið getur. Já, nákvæmlega. Og hér er færi, Gabriel vinnur á stórhaldnum stað, stingur hann inn fyrir Elvar á miklum spretti. Þessi endar út á kanti. Nær í hornið. Vel gert, það var bara það besta úr þessari stöðu. Já, og vantaði eiginlega meiri hjálp þarna en þetta var vel gert að Brynjar ná að loka vel á hann og beinunum þarna út af hotfannunum. Já. Við setjum ekki mikið út af þessa vörn. Þetta nú það er skipting hjá gestunum. Díðan Arngrímur sem er að fara út af og í hans stað. Þetta nú Ég sé nú ekki númerið á honum. Það sé að Baldur Ómar sýnist það.
Hotspinnan, þessi endar örugglega í römmunum á Jesus. Sparkar hann strax fram. Reyna að finna Elmar. Góðu skalli. Það var mikilvægt að hann skildi taka hann að bolta. Mjög mikilvægt. Frábær tækling. Hæsileg tækling. Ég gleyma því að hann er að spjaldi. Hikaði ekki við þetta. Hikar ekki við þetta. Hérna er alltaf opnast. Elmar komin í færi. Skotið. Og hér er Elmar Freyr að jafna metin. Við vorum búin að kalla eftir því að hann kæmist inn í þennan leik. Já, og byrju nú við. Hvað gerist hér? Hér er Elmar að fá gult spjald. Fyrir hvað? Nú? Já, nú er ég ekki með þetta heldur. Við skulum kíkja á þetta mark aftur, jöfnum mark gestana. Rétt. Losnar hann hérna og hann gerir þetta mjög vel að klára. Hvað gerist svo? Það lítur eitthvað að gerast. Já, ég er ekki með þetta því miður. En hvað er það? Staðan 2-2. 2-2, já. Hún er vantanlega nokkuð samum gulaspjaldi þegar hann fekk mark með því. Já. En það er alltaf hætta. Hann var samt með mann í sér. Hann gerir þetta ótrúlega vel. Já, ég sammála því að hann tók hlaupið alveg upp á 10, kom í veg fyrir að varnarmaðurinn næði að loka á skotið hans og kom boltan svo framjá Ívar í markinu. Og þetta er að gjörbreyta leiknum. Við vorum að tala bara rétt á hann hvað virkaði fyrir svona smá pirringi á gestunum. Já, mér fannst það. Við erum að fá vítaspyrnu. Hér erum við að fá vítaspyrnu. Þetta er gríðarlega stór ákvörðun. En dómarinn virðist ekki neinu vafa. Skulum sjá þetta aftur. Hérna kemur aukaspyrnan og ég er hann að meina að sé hreint í bakið á honum. Nú kíkja á þetta einu svona aftur. Já, skulum sjá þetta aftur. Góð aukaspyrna þarna. Jó, hann hrindir honum hérna á annan stjörnumann. Já. Og ég er ekki frá því að þetta sé bara réttur dómur en þetta er rándýrt. Jæja, nú reynir á taugarnar. Dagbjartur Búi ætlar að taka þessa vítaspyrnu. Hún getur komið sínu liði í fórustu í úrslitaleik Íslandsmóti fjórðaflokki karla. A-lið. En Jesus er væntanlega staðráðinn í að reyna að koma höndunum í þennan bolta. Hér kemur þetta. Og það er mark. Dagbjartur Búi klárar þetta af miklu öryggi. Hér brjótast mikil fagnaðarlæti eðlilega en leikurinn er ekki búinn. Við hefum ekki gleyma því. Nei, það er 7 mínútur eftir og uppbótartími en þetta var örugg spyrna hjá honum en þó að Jesus hafi farið rétt horn þá var þetta góð spyrna. Sjáum við aftur. Þetta er alvöru tuska í andlit stjörnumanna. Þetta er örugg. Jesus samt, hann giskar rétt horn. Skuld sér rétt átt. Já. 3-2 aftur er Káminn að skora spengt í kjölfarið að gestinni skora. Já, þetta er sárt. Við vorum bara rétt að tala um það að þeir hefðu verið, okkur hefur fundist þeir vanta eitthvað bit, verið að hanga haus, stjörnumenn. Já. Nýbúin að skora, þá kemur tuskan. En þeir geta heldur betur komið sér aftur inn í þetta. Það er nóg eftir. Það er nóg eftir og nú reynir á. Skilduðu ná að loka þessu. Þú ert með mann eins og Elmar Frey hérna fram, hann er komið 18 mörk í sumar. 18, já. Hann er með bæði mörk stjörnumann í þessum leik. Algjörlega. Þráttur að K.A. sé búið að reyna ítrekað að loka á hann sérstaklega í seinni hálfleik, þá er hann búinn að skora 2 mörk. Það segir okkur hversu góður þessi drengur er. Það er verið að loka hann, það er verið að 2 og 3 menn á hann, samt nær hann að koma hann inn. Já. Þetta er drengur sem er verið að fylgjast með framtíðinni. Hér taka áhörðu við sér og þetta er á hárréttum tímapunkti. Já, nú þarf þessi áhörðu bara að vera í þessum krafti allan leikinn. En ég reyna nú með að stjórnum að reyna að svara þessu marki af mikið meiri krafti heldur en markinu sem kom á mönnum í 2-1. Já, ég trúi ekki öðrun að þú hafa engu að tapa, þeir leggji bara allt í sölurnar. Þarna
Nei, ekki Já, dæmt. virtist vera hrinding. Og Sendur bara upp. Mikill sprettur. rangstaða. Já. Fimm mínútur auk uppbótartíma eftir. Garbaðingar reyna að gera breytingu. Spennustigið er gríðarlega hátt. Ég veit ekki hvort áhorfendur sjá þetta gegnum skjáin, en það er mikið spennustig á vellinum. Heldur betur. Og hér fer Sigurður Hákon út og í hans stað kemur hann Guðlaugur Breki. Ætli hann nái að snúa þessu. Það væri hún eitthvað komin á bekknum og snúa svona leik. Vel gert Ívar. 3-2 fyrir K.A. Það voru alltaf að fara að rafa mörk í þessum leik. 2 frábær lið. Já, maður gleymir í stundum að maður sé að horfa á fjórðaflokk. Já, bara algjörlega. Það er langt síðan þessi gæjar tóku fram úr minni getu allavega í fótbolta. Já, segjum þeir. Glæsilega gert Elvar. Finnur Konráð. Ágætis hugmynd. Frábær sprettur hérna. Og Siggi enn og fljótur, en hérna dettur þetta fyrir Elmar. Já, hérna hér. Við Sigursteinn enn og fljótur út á kantinum. Sjáu henni En hann sprett. hljóp í kringum hann, gríðarlega skemmtilega gert. Finnur Elmar einn í miðjum vítateig. Já, K.A. liði gríðarlega heppið þegar Elmar er nú vanur bara að klára þessi færi. En því líkur sprettur á kantinum hérna. Ótrúlega sprettur. Dansaði boltan bara á endalínunni, mista hann ekki út af. Já, stjórnumenn fannir að setja meiri þunga í sóknina, eðlilega. Já, þeir verða að taka sensa. Þeir nota skilji boltanum vel út af. 2,5 mínúta eftir auk uppbótartíma. Hér eru K.A. að gera skiptingar í vörninni á að þétta þetta eðlilega. Já, K.A. þarf bara að hanga á þessu örlítið lengur. Gabriel skallar hann á Konna. Frábær tækling, frábær Glæsileg tækling, við vorum að gefa hann það. Þetta er guldspjald vantarlega. Þetta er brot. Nei, Já, og hann fara hans spjaldið. Hann ætla ekkert að sleppa með það að fá þetta gulaspjald, sko. Nei, Gabriel er safnari, hann vill allt sem hann kemst með hennar í og það er guldspjald þarna. Jesus Ómar nær hann að flengja sína tegin. Ég vil nú sé að hann getur alveg sparka boltanum. Heldur betur. Já. Hár inn í hvar dettur þessi bolti. Elmar snöggur, sterkur, lunginn. K.A. nær boltanum. Komur á Konna. Og þessi bolti endar út af. Það væri gott að ná að hanga þess á hann lengur. K.A. á þennan bolta. Ég held að það Garbaðingar er sterkt. Það er heldur betur sterkt. Rétt rúmlega mínúta eftir að velja leiktíma. Aðeins að geta losað með pressuna, fært liðið hans framar. Aðeins að anda, gefa smá tími í þetta. Það er komið bullandi reynsla í þessi stráka. Annað innkast. Þetta tekur tíma. Sigurðarmenn þurfa að ná valdi á boltanum. Aftur fer hann út af. Allt svona vinnur með K.A. liðinu. Maggi er að setja hausinn í þetta. Því líkur stærðamunur hérna á Helga og Elmari. Kemur þetta langur bolti fram. Já. Vel skallað. Það var tegja hausinn í þetta. Allt svona telur mjög grimt núna. Þetta er klaufalegt brot. Gult spjald á loft vantarlega hérna. Ekki viljaverk þó. Nei, það reyndi við boltan hérna en
Bjarki Hauksson, áminning á 70. mínútu og akkurat núna venjulegur leiktími liðinn. Nú bara að reyna að lúra frá. Það verður gott að ná að koma á einhvern leikmann til að fá þetta ekki beint aftur í andlitið. Haldar hann að vinna á? Nei, innkast. Hann komið mjög langt fram. Svelli verður þess að sleppa. Elmar komin hérna aftarlega. Við þurfum að hafa hann framalega. Hann farin að reyna að sækja boltan. Það getur oft verið erfitt ef að sóttan að sækja boltan of aftarlega. Já. Óþarri á svona þessum tímapunkti. Hann var bara frammi. Þar sem hann líður best. Hann sem elskar að klára færi. Heldur betur. Þetta virkilega sterkt. Þetta vinnum við dýrmynda sekundur. Fáum innkasti líka. Glæsilegu sprettur. Þetta dýrt. Eru strákarnir okkar að fara að sigla þessu? Það þið sætt. Heldur betur. Góða verunni hérna fyrir norðan. Þetta búið. Þetta búið. Káa Íslandsmeistari í 4. flokki karla eftir 3-2 baráttu sigur á Stjörnunni. Þetta heldur betur ótrúlegt. Þetta fyrsti leikur sem Stjarnan tapar. Gera aðeins 1 jafntefli á þessu Íslandsmóti. Mæta hér í úrslitaleikinn taplausir en tapa eina leikni sem við máttu alls ekki tapa. Káa-liðið hins vegar vinnur réttu leikina, kemur sér í úrslitaleikinn og vinnur hann frábær frammistaða. Strákarnir sýndu magnaðan karakter og sigur gleðin ósvikinn. Þjálfur Stjörnunnar eitthvað hérna ræða við dómaran. Já, ætla hann sé ekki að setja út á vítaspyrnuna sem rauninni sigurmarkið kom upp úr. Ég samt sá ekki betur en að það var hérna bakhrinding inn í teiknum sem að réttlætti vítaspyrnu. Mér sýndist það líka eftir því sem best við sjáum. En dómarinn hefur auðvitað langbesta sjónarhornið. Hann virtist ekki nokkrum vafa. En við verðum að gefa Stjörnumönnum það. Þetta ótrúlega sterkt lið og þeir eiga heldur betur eftir að gera einhverja hluti hér á næstu árum. Ekki nokkur spurning. En eins og ég segi, í svona leikjum það bara einn leik sem skiptir öllu máli. Þá náttúrulega snýst þetta bara svo mikið dagsformið og síðast ekki síst hausinn af mönnum og Káa-sarnir voru heldur betur með hausinn rétt stiltan í dag. Þetta fyrir að snúast litlu atriðin. Hver vill þetta meira og hér hafa náttúrulega Káamenn það að þeir að spila á Akureyravelli sem draumavöllurinn fyrir Akureyringar til að spila á. Þeir hafa áhorfendur með sér. Já. Og höfðu harm að hefna eftir 6-2 tap í fyrirleiknum. Einmitt, það bara nákvæmlega þannig. Og við skulum kannski kíkja hérna á atvikinu leiknum. Það voru sjáum bikarinn fara á loft. Hérna fyrsta markið í leiknum. Garbaðingar gerðu frábælega gert hjá honum Elmari Frey. Þetta bara virkilega snirtilegt. Stórkostlegt mark hjá honum. Býr þetta til alveg sjálfur og klárar þetta svo bestur rákvásið. Sammála því, þetta gerði hann frábælega en svo beint í kjölfarið. Aukaspyrna. Norman nær ekki að halda honum. Og þessi endar inni eftir mikinn barning. Já, og staðan 1-1 í hálfleik. Magnús með þetta mark. Og þetta nú við. Það reyna að finna þetta sé ekki. Já, með þessari það var 1-1 í hálfleik. Það var síðan ekki fyrir í síðari hálfleik sem að þriðja mark leiksins kom. Það ekki þarna. Þetta nú við, hvenær þetta? Það að reyna að finna þetta, það voru svo mörg atvik í þessum leik. Já, hérna. Já, hérna stungan, mikill sprettur. Þetta var rangstaðan. Það var mjög svipað markið, það kemur hér. Einmitt, þetta bara heila nákvæmlega samanstæð. Nei, þetta rangstaðan. Það hlaut að vera. Þetta nú við. Þetta dauðafærið, þetta var markið komið hjá okkur.
Býðist afskjöndar á þessu, ég er að reyna Það var hann Elvar sem var með það mark og fram að því fyrir áleik hafði hann átt 3 dauða færi, slapp 1 inn á móti markmanni, varið 2 og 1 framhjá, þannig að þegar hann fekk þetta í 4. skiptið, allt þegar fernt eins og þau segja. Já, heldur betur. Hérna sjáum við jöfnunarmark Stjörnunnar í 2-2. Þarna skorar Elmar. Og svo á lokum sjáum við sigurmarkið. 3-2 sigur. Vítaspyrna, Dagbjartur Búi, klára þetta miklu öryggi. Frábærlega gert. Þú ætla að leyfa þér að lýsa þessu aðeins. Ég ætla að stökkva á myndavélina. Hér eru við að fara að hjóla inn í verðlauna afhendinguna og það er vert að klappa fyrir þessum leikmönnum. Buð okkur hérna upp á mikinn spennuleik, fram og tilbaka, fengum hérna 2 jöfnunarmörk og í heildina 5 mörk. Margir gríðarlega efnilegi leikmenn hér og gríðarlega svekkjandi fyrir Stjörnuna að klára þetta Íslandsmót með þessu tapi, en það gerir oft bestu liðin að kunna að stíga upp úr erfiðum töpum eins og við fórum yfir þennan mikla bráða bana á N1 mótinu sem að KA liðið, þetta lið hér, tapaði á afar svekkjandi hátt. Þeir þurfa að vinna sig upp úr svoleiðis tapi og eru síðan mættir hér með sigur. Þannig að það skildi aldrei vera á næsta ári að þetta styrki Stjörnuna enn frekar. Þá er þetta komið í reynslubankan og allt svoleiðis telur. Það er auðvitað að draga fram einhver nöfn hér. Þetta er eiginlega allt saman leikmenn sem vert að fylgjast með á næstu árum. Og það skildi aldrei vera að það sé einhver landslýsmaður hérna inn á milli. En hér er bikarinn að fara á loft á eftir. Það er KA sem er Íslandsmeistari í 4. flokki karla eftir 3-2 sigur. Það var að lokum mark úr vítaspyrnu sem að innsiglaði sigurinn. Stjörnumenn sterkari aðili í fyrri hálfleiknum. KA þó með nokkur hættuleg færi úr skyndisóknum. Hér í síðari hálfleik, já, þá tóku KA stjórnina á leiknum. Náðu að skora mark mjög fljótt í seinni hálfleik. En Elvar stakk sér í gegn, komst fram með markmannunum og kláraði upp markið. Og þetta er stund og þetta er bikar sem allir vilja lyfta sem eru í að spila æfa fótbolta. Það er bara ekkert flóknar en það. En KA kannski fyrir leikinn ólíklegri aðilinn. Stjarnan eins og hefur oft komið fram áður, taplausir og höfðu unnið fyrirleikliðana 6-2. Þannig að hér eru að klappa fyrir KA og hér fer bikarinn á loft. Til hamingju KA Íslandsmeistarar A-liða í 4. flokki karla. En við skulum alveg gefa Stjörnumönnum það. Þetta var flottur leikur. Þeir mega alveg halda höfðinu hátt uppi, ekki hengja haustrákar. Svona getur þetta bara verið í úrslitaleikjum. Úrslitaleikir eru miskunnarlausir. Bæði lið ættu að sjálfsögðu skili sigur, en því miður getur bara verið eitt lið sem sigrar að lokum. KA-menn virkilega vel að þessu komnir. Spiluðu þennan leik vel og náðu að loka á, markahæsta mann Íslandsmótsins þetta tímabilið sem var Elmar Freyr Hauksson. 18 mörk, takk fyrir. Það er spurningin hvort að KA-menn ekki bara greifa núna, fagna þessum titli. Heimferð framundan hjá Stjörnunni. Allt
allt í lagi að Sirkja tapið aðeins en svo bara halda áfram. Já, mikil fagnaðarlæti hér. Réttarlega við þessum myndum bara að njóta sín. Þá var það myndatakan í liðinu og það þarf náttúrulega ekki að neyða neitt til þess að brosa í þessari myndatöku. Ekki þegar þú ert með dolluna með þér. Já, markaskorarar KA manna Magnús Dagur, Elvar Máni og Dagbjartur Búi úr vítaspyrnunni. Heldur betur glæsilegt lið þér. En það fylgir líka að vera sigurlið. Þeir hafa gengið í gegnum súrt og sætt, þessi strákar. Spila nokkra úrslitaleikina, mikill metnaður, unni nokkra titlana, en það bara eins og í söldu saman. Það eru sigrar og töp. Það þarf að kunna taka bæði, alveg eins og menn. En við þýr hjá KA TV og óskum KA sjálfsögðu innilega til hamingju með þennan sigur. Glæsilegu dagur og glæsilegu velli, glæsilegt lið. Þetta gerist ekki betra. Þá er þetta bara komið hjá okkur hér í þessum leik, úrslitaleik í fjórðaflokki karla A-liða sem lauk með 3-2 sigri KA. Ég, Skúli Bragi Geirdal og Ágúst þökkum hérna kærlega fyrir samfylgdina hjá KA TV.